eða bara ekki núna þessu móti? Fyrsti sigur okkar á Eurobasket. Ég ætla að sækja það alveg aftur í skríkinleiki. Það er bara svo stórt í minningunni þegar Pálmar Sigurðsson skoraði sigurkurðumark á móti Portúgal í höllinni. Óðu upp allan völlinn og setti þrist þarna. Það var magna moment. Það er Ítalíu sigurinn úti, kemur sterkt inn sko, og svo mann ég eftir leik það sem að Jakob setti buzzer, þá var í gutti unnum einhverja stórþau, ég man ekki alveg hvað það var en það var heldur góð sigur, en ég segi líka náttúrulega Úkraína heima í Ólafsal. Þetta er Ítalíu-Úkraínu leikurinn, þeir eru heldur stórir. Ég myndi segja þegar við tryggjum okkur fyrst á EM, náttúrulega bara ákveðin helli sem komumst við á og komumst fyrst í stórmót, þannig að það var stolt af hlut. Ég man alltaf eftir Ítalíu-leiknum heima í Ólafsal. Geðveikur, framlegging og bara geggjur stemming, þannig að ég verður að segja hans sko. Það er náttúrulega bara þessi sigra sem tryggt okkur inn á Eurobasket sko. Ég man ekki nákvæmlega hver ákveðna leiki sko, en náttúrulega bara þessi undanfærin ár, þessi stóru leiki sem bara náði eins og bara vinna Ítalíu úti þannig að það er bara, margir geggjaðir leikir. Þegar við vinnum okkur inn á fyrsta stórmóti, held ég að sé stærsti sigurinn. Ég var búinn að segja einhvern tímann að við myndum aldrei komast á lokamót í fótbolta eða körfubolta því það var svo stór íþróttir, en aldrei búið að afsanna það. Þannig að ég myndi segja að það var stærsti sigurinn að ná þangað fyrst. Við vinnum Bosníu til að koma okkur í Eurobasket 2015. Það var langstærst.